Þú ert að hlusta á Hebreabréfið úr Biblíunni, heilagri ritningu. Lesari er Steinunn Jóhannesdóttir. Hebreabréfið er hluti af Nýja testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Bréfið til Hebrea. 1. kafli. Guð talaði fyrrum oftsinnis og með mörgu móti til feðranna, fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til okkar talað í syni sínum, sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gert. Hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði okkur af syndum okkar og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Hann orðinn englunum þeim mun meiri sem hann hefur af erðum tekið ágætara nafn en þeir. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt: Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur hann leiðir frumburðinn inn í heimsbyggðina, segir hann: Allir englar Guðs skulu tilbiðja hann. Og englana segir hann: Hann sem gerir engla sínað vindum og þjóna sínað eldslogum. En soninn: Hásætið þitt Guð aldir alda, og sproti réttvísinnar sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú drottinn hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir verk handa þinna. Þeir munu farast en þú varir. Allir munu þeir fyrnast sem fat og þú mun þá saman vefja eins og möttul. Þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt: Set þig mér til hægri handar, uns ég geri óvini þína af fótskurðinni. Ekki allir andar sem þjóna Guði sendir til að hjálpa? Sample complete. Ready to continue?